loks síðan þegar heim komið úr sem að þegar kúa rektorsembættinu lauk að þá var grafinn upp einhver gamall gítar sem mamma hafði átt. Hún hafði unnið á sínum yngri árum í hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur, frekar en hljóðfærahúsinu. Hún hafði unnið hérna þegar hún kom ung sveitastúlka úr Borgarnesi. Meiri í Vesturbergi eða kannski? Ég veit ekki hvað hún var þá. Nei, þetta er það langt síðan. Þetta var ábyggilega 1930 eitthvað sko. Það var langt síðan að það var væntanlega eignast svona gítar með ákaflega mikinn garm reyndar sko, með svona rósa, svona rósamunstri, svona kassagítar náttúrulega. Parlor kassagítar sko, sem var nú, það voru settir í hans strengir og hann var alveg afleitur. Og þegar ég var búinn að læra nokkur lög, þá var nú keyptur annar gítar sem var nú ekki betri, það var Ístorg, hann var rússneski gítarinn. Rússneski, búinn að minn fór í tunnuna, en það er hérna verður til á sýningunni annar nákvæmlega eins. Og svo þurfti ég betri gítar. Ég notaði þennan rússneska Gunnar H. Jónsson, gítarkennarinn minn, hann tjastlaði honum einhvern veginn þannig, hann skrúaði hann einhvern veginn þannig til að það var alveg hægt að spila á hann með nælonstrengjum, þó hann verður nú ekki gerður fyrir það. Hann er mjög stuttur allur og já, ég veit það. Afleitur alveg. Og þá fékk ég Hagström svona nælonstrengjagítar alveg þokkarlegan til þess að spila klassík. Og svo Þú ert sem sagt að, þú varst hjá Gunnar Já, ég var settur, þegar ég var held ég svona, við varum komin þangað svona 12 ára sko. Það var náttúrulega foreldrarnir tóku ekki annað í málinu að læra nótur fyrst maður væri á annan borð að væri verið að púka upp á því að kaupa hljóðfæri dýrum dómum. En sko, þú ert líka að hlusta á músík, sem sagt bítlamúsík og rockmúsík. Já, hitt var bara til þess að fríða. Nei, ég segi það nú ekki sko. Gunnar H. Jónsson var og er, guttlaði nú. Já. Sko, hann kenndi manni svona í laumi, sitt hvað fleira sko. Hann var mjög frjálslyndur. Já. En hvað er það, hvað af hérna svona, er það Bítlarnir, er það Stones, er það Shadows? Já, Bítlarnir og Shadows. Ég kunni enga ensku, ég hafði engan áhuga á umfjöllunarefni lagana. Það voru Þannig að þú heyrði gítarsólóðan? Já, það heyrði gítarsólóðan og ég tala hann ekki um þetta var hérna. Svo, já, það er eitt sem var að rifjast upp fyrir mig hérna. Gunnar, hann átti plötur, ég held að það hafi verið, ég hugsa bara 78 snúningaplötur eða eitthvað gítarkennsluplötur sem að Herb Ellis, gítarleikari, hafði gert. Það var kornungur og það fylgdi þeim hérna bók, þetta voru svona standardar, ekki jazz mikið, þetta var svona eins og svona og þó, jú, þetta hefði nú verið svona einfalt swing svona eins og það var hérna whispering og svona bara dægurlög þess tíma. Dægurlög þess tíma.
væri bara svona. Já, ég held að þetta væri svona, sko. Alveg stóri sannleikur. Eða annarkvort var það að ég var latur að lesa nótur og fljótar að heyra. Fljótar að heyra og átta mig á því seinna að þetta var það sem Herb Ellis var að spila var ekki lagið heldur, 300 frá eða 600 rock. En svo er það Matthías-dekkaðurinn og þá var það Halli og hver var á trommur? Kristmundur Jónasson frá trommari frá Kokkur í Reykjavík í dag. Hann var frá Flúandafirði. Og Halli hefur sungið, ekki? Halli söng. Og þetta var svona blues? Þetta var blues, þetta voru John Mayall lög og við mikið af þessu gömlu Fleetwood Mac meðan það var bluesband Death Row Turtle var fyrst, þetta var svona þetta var mikið mikið að við eiginlega höfðum ekki hlustað á amerískan. Þetta kom allt í gegnum, þær plötur fengust ekkert, það kom allt í gegnum þegar það dálítið útvatnaður og poppaður svona second generation, svona endurunnin af Clapton og Peter Green og þessu bresku gítarleikur. En hvaða gítarist að spila með í Matthías-dekkaðurinn? Ég fékk þennan haustið 69. En þá voruð þið byrjaðir? Þá voruð þið byrjaðir. Ég átti á undan gítar svona hálfkassa, rauðan 330. Gibson, sem hafði þá verið töluvert ódýrari, Hann kostaði ekki hafði ekki kostað 18.000, versus þessi 42.000. Það hafði náttúrulega hafði orðið verðbólga, en hann bara dugði ekki, hann bara sónaði og Já, með mikið feedback. Já, hann var ekki rockgítar, hann var eiginlega alveg maður hefði kannski lag að nota núna, en þá Nei, það var ekki Nei, og svo þegar líka það var enginn að spila svoleiðis gítar. Þeir voru ekkert inn. Nei, maður eiginlega ekki á þessum árum að þá býtur maður bara í sig að töfrarnir og leyndardómurinn við þetta allt sé að vera með nákvæmlega eins gítar og ídólinn spila á. Það er bara, maður bara friðulaus þangað til að það gerist. En þeir voru samt ES-ina, þá voru menn, svona eldri menn voru svolítið með ES-gítar. Jú. Og þá þess vegna hefur það þótt kannski svona... Þetta Hollies og Beatlarnir og hinar þessar hljómsveitir voru með svoleiðis, Það var... það var aðeins dýrari týpur heldur ég var með. Minn hefði verið betri í svona einhvern jazz. Svona en þoldi engan háa,